tvígrip! Vís stoltur styrktaraðili íslenska landsliðsins í handbolta. Já, ég meina Aron náttúrulega nýr þjálfari og ég hef verið að fara aðeins yfir þetta með honum og það er náttúrulega ekki nóg að vinna, heldur verið að vinna stórt svo að óbílíkilega fái sem mest út þessu móti. Strákarnir okkar stjórna afslættinu. Taktu þátt í Facebook-leiknum og náðu þér í óbílíki. Komið í sæl og blessuð. Við hérna á sport.is erum alltaf að störfum dag og nótt. Nú erum við stödd hér í miðbæ Sevilla og erum að taka röltið, kíkja á mannlífið. Það er leikdagur á morgun gegn Makedónum, einhver mikilvægasti leikurinn í riðlinum til þessa. Og við ætlum að athuga hvort við finnum ekki eitthvað skemmtilegt fólk hérna í miðbænum í Sevilla. Klukkan hún er korter í 12 og þrátt fyrir að sé aðeins mánudagur allir veitingastæðir ennþá opnir og líf og fjör. Þannig að það er að gera að fylgjast bara vel með og kíkja með okkur. Komið með okkur. Á rölt okkur hérna í Sevilla hittum við íslenskan hóp sem er á förnum vegi og okkur dætti að kíkja og spjalla þess við. Stelpur, hvað þið að gera í Sevilla? Við erum alltaf að fylgjast með íslenska landsliðinu í handbolta og erum auðvitað að styðja þá til dáða. Og hvenær komið þið? Í gær. Hafið væntanlega ekki að fara á leika ennþá eða hvað? Nei, við erum að fara á morgun mjög spenntar. Gríðarlega spenntar og trúum á sigur. Og hvað er það sem dregur fólk alla leið frá Íslandi til Sevilla í janúar? Íslenska landslið! Það er ekkert flóknara en það? Nei. Aron Pálma, Guðjón Valur Sigursson. Klárlega. Hvað er þið mörg saman? 30. 30? Það er 34. Já. Og það er mikið stuð og stemming hjá okkur? Gífurlegt stuð. Bara áfram Ísland. Og einhverja svona kveðju til fólk sem á Íslandi vill maður... Takk. Það passa ekki ekki mikið. Þið getið þetta bara að hafa trú á verkefninu. Ekki bíp hérna. Takk kærlega fyrir þetta, stelpur. Á rölt okkar hér miðborgina á kvöldagi hittum við hóp af skólakörkum frá Boston og Rhode Island. Þau eru hérna saman í skólaferð og við ákváðum að grípa þau tali. Og hér hjá okkur ungu piltur frá Boston. So, what brings you to Sevilla here in January? All right, well, in January we're on a school trip, taking some classes here, visiting some presentations, and we're also going through some tours. Okay, and as you are from the USA, do you know what handball is? I do, as a matter of fact. We don't actually play that in the United States, but I'm familiar with it. Okay, but do you follow any sports in the Boston area? Oh, absolutely. In Boston, you know, it's Boston Red Sox, Boston Celtics, New England Patriots, Boston Bruins. And unfortunately, the Bruins are back, NHL is back, hockey is back in the United States. So the lockout's over. Our media is actually one of the few medias in Iceland that covers NHL, and myself is a big Detroit Red Wings fan. My boyfriend's a huge Red Wings fan. I love them. They're like a fourth team of mine. And we know like Tim Thomas and Seguin and all the players from the Boston Bruins. Right. And we actually watched the Patriots win last night. Did you watch the game? Unfortunately, we tried to find a bar that was showing the game, but we couldn't. We just figured out the score from the internet. We couldn't find a bar that was actually showing the game. Yeah. I was getting the play-by-plays on my phone, watching it going. I was like, update, please. And what about handball? Would you think you would go to a match if it was possible here in Sevilla? Well, it's free. Yeah, it was interesting. So it was like, for me, it was more of a mix between, you know, basketball and soccer. So it's not something we play in the United States, but it would definitely be something that I would be interested in following or watching, definitely. In Iceland, handball is a very popular sport. We are only 300,000 inhabitants in Iceland. So handball is a very big sport in Iceland, and we're actually pretty good in it. Okay. So how long are you staying here in Sevilla? On Thursday morning. We're out of here on Thursday. We're only here for about a week. Not even, like 4 days actually. Yeah. And just going back to school in the USA? Yep. Exactly. Thank you very much for the chat. No problem. Á gönguferð okkar hér miðbæ Sevilla fundum við hús Pepe, leikmanns Real Madrid í knattspyrnu. Hann virðist búa hérna, hvort sem þetta sé svona sumarathvarf eða bara svona residence sem hann er í allt árið, er ekki vitað. Og húsið merkt honum og konu hans sem heitir víst La Pepa, eins og sjáum á hérna.
Og við ætlum bara einfallega að banka og aðtöku hvort að Pepe sé heima. Komið við okkur. Pepe virðist ekki vera heima eins og staðan í dag, en það aldrei að vita nema við reynum bara aftur á morgun. Það aldrei dauðstund hjá fréttamönnum Sport.is hér í Sevilla. Sama hvort það sé nótt eða dagur, þá erum við að störfum og nú klukkan að slá 12 að miðnætti á mánudagskvöldi. Þrátt fyrir það alltaf líf og fjör í Sevilla heimabæ tapasins. En hér tapas bara á hverju horni og þarna getur við fengið allskyns rétti fyrir lítinn penning. Sport.is fór á stúana nú fyrir í dag og fekk sér að smakka. Og það má mér sannir segjast að þetta sé alveg frábær matur og gott til að gera. En heimavennandi gera þetta þannig að þeir rölda á milli. Þeir byrjaðu að taka kannski 2 rétt á þessum stað og 2 á þeim næsta. Þetta þeir eru orðnir sattir, en eins og ég segi, það tapast bara á hverju horni. Hér á pub í Sevilla, svona í miðbænum, mikið fjör og stuður. Reyndar klukkan núna orðin rúmlega 12 og menn að ganga frá svona mánudagskvöldi. En það ekki á öllum pubum í Íslandi sem þú getur fengið hangikjöt. Hér í Sevilla hanga í loftinu, ætli sé ekki kringum 50 svínalæri, heil svínalæri. Og þeir bjóða þetta til sölu á meðan landinn drekkur hjá þeim rauðvín og hvítvín. Við höfum reyndar ekki ennþá smakkað svona, en það aldrei að vita hvað gerist næstu daga. Þetta til sölu á hverju götunni, afskaplega vinsælt. Þetta þurrkað og hengt upp í loftið og kostar 51 evru stykki lærið. En það aldrei að vita hvernig þetta bragðast. Fylgist vel með. Hér á fyrsta leikdegi Íslands í Sevilla þá tókum við stutt innslag appelsínutréð sem vaksa hér á hverju strái og margir af lesendum okkar voru mjög forvitnar að vita hvernig þessar appelsínur smökkuðust. Við höfum ákveðið að prúfa hérna slíka og nú getið þið fylgst vel með. Þessi svona frekar súr, en þó mjög safarík og skemmtileg. Þetta ekkert keypt í Hagkaupgalli minn. Já, það dagur að kveldi kominn hér í höfuðborg Andalúsíu hér að Sevilla. Við höfum ýmislegt brallað í dag og munum sennilega bralla ýmislegt fleira á morgun. Hér sit ég á torgi Heilara Maríu og fylgist með gotnesku dómkirkjunni í öllu sínu veldi. En það engin hægðarleikur að komast þarna upp í kirkjuklukkurnar. Sport.is kíkti inn í kirkjunni í dag og sá þar ýmislegt fagurt og annað misfagurt. Við ætlum að láta það gott heiti í bili. Þetta Sigur Óli Sigursson sem talar frá Sevilla. Ég má bjóða þér að líta svona út. Hámark próteindrykkur fæst í 4 ljúffengum bragðtegundum. Nú er komin ný og glæsileg lína af sjónvörpum frá LG í hátækni.